Neyðarlínan náttúrulega til fyrst og fremst fyrir fólk í þessum stærstu neyðum, þó að það sé reyndar ekki nema 1% á okkar tilfellum. En þau tilviki sem við sendum sjúkrabíla í F1, forgangur 1 með blikkandi bláum ljósum, jafnvel 2 bíla þar sem það hægt, það sem ekki neinn hjartsláttur og engin öndun. Ef að þú lendir í þeirri aðstæðu að félagið þinn eða maki fellur einhvern veginn niður og bara engin öndun, engin hjartsláttur, þá verður að hringja eftir hjálp. Þú verður að senda einhvern til þess að kalla eftir hjálpinni í 112. Að því loknu, þá mun neyðarvörður, ef þetta í símtali, ef þú ert að hringja inn sjálfur, þá mun neyðarvörður hjálpa þér í gegnum það að fara í gegnum endurlífgun. En menn ætla ekki að vera feimnir við það, að eftir að búið að kalla eftir hjálpinni, fara þá og hnoða til þess að koma blóði upp í heilann og þannig getur þú haldið góðri heilastarfsemi í alveg 10 mínútur. Ef að það gert, þá ætti í velflestum tilvikum bjargir að vera komnar á staðinn sem geta þá tekið við með hjartastuðtækjum eða öðru því líku til þess að við getum fengið okkar ástvini tilbaka til okkar aftur.